Undanfarin ár höfum við ferðast vítt og breitt Norðurland og kynnst framtakssömu fólki í öllum sveitafélögum og upplifa þannig allt það besta sem hver staður hefur upp á að bjóða. Í sumar horfum við öxl og gefum ykkur uppskriftir af góðum degi á Norðurlandi. Hér uppskrift að góðum degi á Húsavík. Húsavík stærsti bærinn í Þingeyjarsýslu og vinsæll áfangastaður fyrir bæði innlenda og erlenda ferðamenn. Frá Húsavík stutt að heimsækja margar af helstu náttúruperlum Íslands, meðal annars Dettifoss, kraftmesta foss Evrópu og Ásbyrgi. Íbúar Húsavíkur 2300 og sjávarútvegur, verslun og ferðaþjónusta helstu atvinnuvegir bæjarins. Húsavík sannkallaður hvalaskoðunarbær og Skjálfandaflói þekktur fyrir fjölda hvala og flóin einn af örfáum stöðum í heiminum þar sem hægt að sjá steypireyði, stærstu dýr jarðarinnar. Hvalaskoðun frá Húsavík hófst árið 1994 og 60.000 manns leggja leið sína í hvalaskoðunarferðir frá Húsavík á hverju ári. Nú einnig hægt að fara í hvalaskoðun á rafmagnsknúnum báti en Norðursigling tók nýlega slíkan bát í notkun. Báturinn umhverfisvænni en aðrir bátar og einnig mun hljóðlátari. Rafmagnsverkefni í Opal fyrsta tilraun á Íslandi til þess að fara með veiturafmagnið út á sjó og það það bara gert í stórum rafgeymum borð í skipinu, hlaðið á nóttunni og síðan hægt að sigla bátnum að okkur sýnist eftir fyrstu prófanir nánast allan daginn á þessu veiturafmagni á Skjálfandaflóa. Taka 2-4 tíma ferðir á bátnum og án þess að þurfa að starta dísilvél. En svo í þessu verkefni annað sem ekki hefur verið prófað í þeim mæli sem við vitum annars staðar í heiminum að það að vélbúnaðurinn þannig úr garði gerður að þegar góður vindur og sild að þá hægt að láta skrúfuna framleiða rafmagn og setja inn á geymana. Það hefur þá þýðingu að í staðinn fyrir að þurfa að brenna dísilolíu á vélinni að þá getum við notað okkar grænu orku sem að veiturafmagnið okkar sem annarkvæmt kemur úr vatnsaflsvirkjunum íslenskum eða jarðvarmavirkjunum. En hvað með svona upplifun ferðamannsins og þeirra sem sitja í bátnum eins og til dæmis hvað var það hljóð? Jú, það er náttúrulega einn af stóru þáttunum í þessu sem gerir þetta verkefni svona áhugavert að þú heyrir ekkert í vélinni þegar núna ég var að koma frá Grænlandi búin að vera á Opal þar í 12 daga og þá þarf maður maður áttar sig ekki á því hvort að skipið á ferð, hvort það á siglingu eða ekki því að maður heyrir ekki í rafmagnsmótornum sem að knýr þessu stóru skrúfu. Þannig að upplifunin bara líkust því að vera bara á seglum ef það bara keyrt á rafmagnsmótornum frá geymunum. Það algjörlega magna, þetta algjörlega ný veruleiki. Ferðirnar hér alltaf jafn vinsælar. Það krökkt af ferðafólki hérna, finnst manni alltaf þegar maður kemur á sumrin. Hvað þið með margar ferðir? Já, við erum með svona 14 brottferðir á dag, núna yfir háannatíman. Jú, þetta hefur verið að aukast hjá okkur alveg ár frá ári, nánast engin slaki í því milli ára. En auðvitað fljótu við með þessum aukna fjölda ferðamanna sem að berast til landsins. Það auðvitað aldrei hægt að lofa 100% að maður sjáu hvali þegar maður fer í hvalaskoðun, en hvernig hefur það verið í sumar? Já, það svo við erum að upplifa hér sumar sem við getum kallað þetta norðanáttar sumar, kalt og svona vantar stillurnar og sunnanáttirnar og hlýindin en það merkilega að þegar við höfum fengið svona sumar og þá hefur gengið mjög vel í hvalnum. Já, það? Já, það dálítið vel að hval og veðrin ekki það mikill vindur að það hef ekki verið neinar úrtökur að ráði. Það reynir meira á áhöfnina
og reynir meira á þekkinguna að fólki fái þá upplifun sem að það sækist eftir. Þá að finna Já, og bara og láta fólki líða vel, halda utanum farþegan og við eigum jú að kunna að glíma við okkar risjóttu veðráttu Íslendingar og á þessum seglbátum okkar og þessum gömlu bátum að þá er þetta bara eitthvað sem að gengur mjög vel. Hvalaskoðun er þó ekki eina leiðin til að nálgast hvali á Húsavík en í bænum er glæsilegt hvalasafn þar sem finna má beinagrindur af mörgum tegundum hvala og heillandi upplýsingar þessi stærstu dýr jarðar. Einnig má finna fjölmörg önnur áhugaverð söfn þar í bæ. Sem dæmi má nefna könnunarsögusafnið sem opnaði í fyrrasumar. Jú, þetta er sýning könnunarsögu sem við erum með hérna. Þetta er svona hugmynd sem er búin að vera í kollinum á mér síðan 2009. Ég fékk hana fyrst þá en hef ekki látið af henni verða. Svo ég tók hlut af þessu viðfangsefni fyrir 2011 sem kannski liggur næst mínu áhugasviði. Æfingar geimfaranna sem fóru til tunglsins hér í Þingeyjarsýslum. Og í sumar kom einn þeirra og heimsótti mig og hvatti mig áfram að bara fara alla leið með þessu hugmynd og hér er ég komin. Og sem sagt að setja á fót bara hreinlega safn? Já, það verður ég ætla að taka fyrir könnunarsöguna, í rauninni alla söguna í heild sinni í svona tímaás en gerum síðan ákveðnum þáttum hennar sérstaklega skil hér á veggjum þessa hús sem á sér langa sögum. Þú talar geimferðir en það verður meira heldur en bara geimfarar það verður fleiri könnuðir. Já, það verður hér meðal annars tökum við fyrir náttúrulega landkönnuð víkinga sem er náttúrulega stór þáttur í okkar sögu hér á Íslandi og það verður farið yfir sögu kapphlaupsins á pólana sem er virkilega spennandi saga. Nú í kjallara hússins verður svona sýning könnun hafsbotna og það er dálítið merkilegt að því við sækjum upp á við og út á við í könnun nú til dags en kannski minna og leiðinlega lítið á hafsbotnana sem að þeir eru nú 70% af okkar eigin plánetu og að miklu leyti á kannaðir. Þetta verður sem sagt mjög fjölbreytt. Þetta er stórt svið sem þú ætlar að dekka. Það er alveg óhætt að segja það. En allt far sem ég set niður fótinn á þessu sviði, það er alltaf eitthvað áhugavert. Þetta er virkilega áhugaverð saga á allan hátt og gaman og í rauninni hugsa ég að maður myndi vilja hafa miklu fleiri veggi til þess að hengja upp myndir og sögur tengdar þessu öllu. En þetta er líka svona viðbót við það sem ég er að gera hér á Húsavík. Húsavík er alltaf að vera vinsælli ferðamannastaður. Og markmið mitt í þessu er að þetta verði safn sem verði rekið á heilsársgrundvelli og þá er að vinna í því núna og það gengur ágætlega, að reynast að fjármagna það að þetta geti starfað allt árið og það eru náttúrulega fyrir virkilega stórt og mikið safn sem er safnahúsið á Húsavík og svo náttúrulega sýningin í Hvalasafni, þannig að þessi sýning hér er svona viðbót við það. Geturðu nefnt dæmum hvað verður hægt að sjá hérna? Hvaða muni verður með? Já, hér fyrst við erum í þessu herbergi og þetta er nú svona það rými sem er lengst á veg komið. Ég eins og ég segi, hef sett þetta upp áður að ég er að fá að utan núna frá Bandaríkjunum geimfarabúning og hann verður hér og ég veit að sérstaklega krakkar hafa gaman að sjá svona fyrirbæri og þeir verða reyndar tveir, annar verður mannaður, mun vera gangandi hér þannig að fólk getur helsað upp á svona gervi geimfara þar og en hinn verður hér flottari búningur hér til sýnis. En þú ert að sækja svolítið af þessum geimfaramönnum út? Já, meira og minna alveg. Það eru hér, ég er með muni sem eru í eigu Íslendinga, meðal annars Kára Jónassonar, hann kynntist tunglförunum og þeir gáfu honum mataráveldi sín og það er hér er ég líka með veiðarfæri sem Neil Armstrong gaf ungum manni sem er nú bóndi á Helluvaði í Mývatnssveit. Svo verður hér til sýnis tunglsteinn sem er samvegn íslensku þjóðarinnar, hann hefur því miður ekki verið til sýnis, hann er sem sagt varðvettur í Náttúrufræðistofnun Íslands og hann verður hér til sýnis og gríðarlega verðmætur og sjaldgæfu gripur. Nixon Bandaríkjaforseti gaf Íslendingum hann 1972. En kannski svo við bara rifjum þetta aðeins upp að það er kannski ekki allir sem vita að það voru einmitt sem sagt æfingasvæði geimfara var hér á Íslandi við Öskju á árunum 65-67. Já,
og mér finnst þetta auðvitað merkilegt, þessi saga stórmerkileg og að það að við eigum þennan þátt í henni finnst mér bara vera í rauninni algjör gjöf fyrir okkur hér á svæðinu og eigi að vinna meira með. Og ég veit það nú verið að skoða til dæmis það að hanna ákveðna rútuferð, það sem væri farið með fólk þetta svæði og ég fagna því að fleiri taki þetta mál upp mér. Við finnst það svona kannski, því hafa lítið verið gefin gaumur í fjölda ára og sérstaklega núna, það nú kannski ekki mörg ár í það að þeir verði meira með allir fallin frá sem að fóru þarna upp, að fólk svona kannski áhugi mikið að vakna á þessu aftur. Og Kínverjar voru að senda lítinn bíl til tunglsins bara núna fyrir nokkrum vikum síðan og stefna á mannað þar 2020, sama með Indverjana. Og svo horfa margir lengra, þannig að könnun geimsins bara rétt að byrja. Skrúðgarðurinn á Húsavík útivistarparadís íbúa, vel falin perla þar sem gaman að ganga hvernig sem viðrar. Þó garðurinn standi í miðjum bænum eins og nýr heimur opnist þegar gengið yfir brúna yfir Búðará. Í garðinum eru margir og fjölbreyttir staðir þar sem tilvalið að slaka á og njóta náttúrunnar. Skrúðgarðurinn hérna á Húsavík stofnað 1975 og fyrir þann tíma þá var þetta alls saman tún og fjárhús en 1975 þá þetta kvenfélagið tekið sig saman og stofna skrúðgarði hér og þá það búin að standa uppbyggingi síðan þá. Já. Það voru konur eins og í listigarðinum á Akureyri. Já, nákvæmlega. Hvað vildu þær á sínum tíma gera? Hvað var það sem vakti? Já, ég held að það var náttúrulega bara mikið vakning á þeim tíma hér. Garðyrkjufélag Húsavíkur var stofnað á sama tíma, það sömu konum og þeir vildi náttúrulega bara búa til einhverja svona svæði fyrir almenning að geta lappað og skoða. Inn í miðjum bæinn? Inn í miðjum bæinn og það kannski svona helstu ókostur eins og þú sagði, þetta svolítið falið, þetta svolítið svona á bakvið. Við erum búin að reyna að opna þetta svona aðeins út á aðalgötuna með skiltum og svoleiðis en við erum meðvitað að þetta sé einum og falið. Þetta falin perla, þetta það falið, alveg á hreinu. Frá Húsavík hægt að sigla í Flatey, stærstu eyjuna á Skjálfanda. Eyjan hefur verið í eyði síðan 1967 en þar standa enn virðuleg hús sem haldið við af afkomendum íbúa. Flatey sannkölluð náttúruperla og fuglalíf þar geysilega fjölskrúðugt. Ég sitt í hlýjum sjónum, í sandinum lág og raun. Svo svart eiga sem ég ríður, orða svartskegja frost fyrir naun. Eina sátt af mig sem ég bæst að Indis var María Isabel. Skjótt og hjarta mitt að sér dró, undir mér brosti og söng og hló. Bom 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 bom, shiribiribim, bom bom bom, shiribiribim, bom 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 bom, shiribiribim, bom 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 bom. Mætti fyrir megin, myndur þá í kjöl, með suðræna söng í hjarta og sólskinsbros á vör. Skjótt var þá leið lokið, rétt var það ekki til Íslands aftur að halda einhver Maríu Isabel. Eina sá það mig sem ég mæsta Indis var María Isabel. Skjótt og hjarta mitt að sér dró, minni brosti og söng og hló. Shiribiribim, bom 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 bom, 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 oh shiribiribim, bom 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 bom, shiribiribim, bom bom. Á Húsavík sundlaug þar sem aðstaða góð en á Húsavíkur höfða önnur ekki síður spennandi baðaðstaða. Það gamalt ostaker sem í dælt heitu vatni úr borholu. Aðstaðan mikið notuð af heimamönnum og psoriasis og exemsjúklingum en hver sem getur notað þessa aðstöðu og notið þess að liggja í heitu vatninu.
Já, sagan byrjaði nú reyndar annars staðar. Við byrjuðum á því að, höfðum áhuga á því fólk hérna með psoriasis aðtók hvort að það vatn sem var í hérna á borholum á Húsavík gæti hjálpað okkur í baráttunni við psoriasis og byrjuðum í annarri holu sem að gaf engan árangur að okkur fannst. Síðan fengum við leyfi Orkustofnunar til að fara í þessa holu sem var eigandi holunar og byrjuðum hérna fyrir 22 árum að prófa að baða okkur upp úr þessu vatni og þetta hafði bara mjög góð áhrif á útbrotin á okkur og hjálpar okkur í baráttunni við þennan sjúkdóm. Og hvað er nákvæmlega svona gott við þetta vatn? Já, það í sjálfu sér það sem við vitum ekki en þetta er mjög efnaríkt vatn. Það er sölt í þessu og það er náttúrulegu klór og það er mikið af snefilefnum í þessu vatni, þannig að maður veit sem ekki hvað það er sem er að hjálpa. En þetta hefur bætandi áhrif og hjálpar okkur við þennan sjúkdóm. Og fyrst þegar við byrjuðum hérna, þá vorum við hérna undir læknis smásjá í mánuð þegar vorum að byrja að baða okkur og fórum í myndatöku til ljósmyndara berir til og svo aftur eftir halva mánuð og svo eftir mánuð til að geta borið saman myndirnar hvort þetta hefði einhver áhrif og þetta hafði greinilega góð áhrif. Sem sagt, áhrifin eru sönnuð? Þau eru ekki vísindalega sönnuð en það er bara þeir sem að baða sig hérna, þeim finnst það flestum að þetta sé til góðs. Og sem sagt þessi baðstæður kallast ostakarið og við sitjum hreinlega hérna í alvöru ostakarið, eða ekki? Jú. Þetta er ostakar sem kom úr mjólkursamlaginu hérna og var notað hérna lengi og var orðið bara úrelt og ónýtt og notað sem drikkarkar fyrir hross í nokkur ár og svo var það fengið hingað fyrir 22 árum og búið að vera hér síðan. Og það tekur nokkuð marga, já. Margir búin að baða sig hérna. Hvað eru pláss fyrir marga hérna? Ég held að alveg geti baða sig hérna, verið hérna 20 manns í einu, eitthvað svoleiðis. Og hvað er hitastigið á vatninu? Það eru 85 stig þegar það er að koma upp úr holinu og við þurfum að kæla það áður en fer hérna í karið og við þurfum að reyna kannski að halda karinu í svona kringum 40 gráður. En það er ekki bara psoriasissjúklingar sem að nota þessa aðstöðu. Þetta er vinsæll viðkomustaður heimamanna og jafnvel ferðafólks. Það hefur aukist alveg gríðarlega mikið undanfarin ár koma erlenda ferðamanna hérna og ferðamanna. Þeir virðast vita nákvæmlega hvað þetta er enda hefur þetta komið út í bókum að þessi staður væri hérna og þeir þekkja þetta. En þeir eru samt sem áður ekkert að merka þetta mjög vel. Það er ekkert alveg auðhlaupið að því að finna leiðinni upp þetta. Nei, það er eiginlega gert bara með ásettu ráði. Það er ekkert hægt að bjóða upp á þetta í rauninni sem baðstað og þetta er bara svona náttúrulegt vatn sem við erum að dæla hérna upp okkur til heilsubótar og við erum ekkert amast við því þó aðrir séu að koma hérna ef þeir fara okkar reglum og gangi vel Ostakarið er þó ekki eini óhefðbundni baðstaðurinn sem finna má á svæðinu. Gullfiskatjörnin er heit tjörn þar sem bæði er hægt að synda og veiða gullfiska. Þessi tjörn var útbúin sumarið 2000 að ég held og það var í tengslum við virkjun á rafmagnsframleiðslu úr heitavatninu okkar sem að hófst það leyti. Tjörninu var ætlað að taka við affalli úr þessari virkjun og umfram vatni úr hitaveitu. Og myndast þetta á sjálfu sér eða er þetta útbúið sem affall? Það var í rauninu útbúin stífla í dalsminni hérna litla og síðan þetta heita vatn, eða volgavatn, látið renna í. Núna hérna fyrir aftan okkur er fólk að baða sig. Er það eitthvað sem síðan kom bara óvænt? Ég get nú ekki sagt að það komi óvænt. Fólk hefur baðað sig hér alveg frá fyrstu stundu í tjörninni og auðvitað bjugust menn við því þegar við settu þetta hæfilega heita vatn í tjörn. Hvað er þetta heitt vatn? Sko, það er náttúrulega mjög breytilegt hvað vatnið er heitt. Það rennur í þetta hluta til 80 stiga heitt vatn úr umframvatn úr hitaveitu, svo rennur sem sagt
rennur sem sagt upphita kalt vatn í þetta sem svona kannski þá í kringu 30 gráður. En hitastigið í tjörninni sjálfri þá kannski svona allt frá 15 og upp í 30 gráður þegar svona eftir því hvernig veður og hversu mikið vatn rennur í þar. Veistu hvort að þetta flokkast sem það sem heitir iðnaðarskólp? Þetta er hérna annars vegar hitaveitu vatn af Hveravöllum og hins vegar upphita kalt vatn, þannig að það er engin mengun í þessu í eðli sínu. Nei. Þetta heitir Gullfiskatjörnin, hvaðan kemur það nafn? Tæknilega heitir þetta Ildtjörn, samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Norðurþings. Hugtakið Gullfiskatjörnin hefur einhvern veginn fest við þetta í ljósi þess að í tjörninni þrífast gullfiskar. Og þeim hefur verið sleppt þarna eða hvað? Einhver hefur sleppt gullfiskum þarna fyrir margt löngu. Og lifa þeir alveg í svona því? Þeir lifa og dafna vel og fjölga sér mikið. Hversu mikið er þetta notað, veistu það? Hvað koma margir hingað? Á góðum sumardegi held ég að komi hérna 100 manna. Þetta er mikið notað þegar veður er gott. Og eru það þá Húsvíkingar aðalega? Húsvíkingar nota þetta mikið en það er þó nokkuð aðkomu fólk, bæði innlend og erlend sem skoðar þetta. Það er fallegt hérna í kring, væri ekki tilvalið að gera eitthvað meira með þetta og auglýsa þetta sem svona einn af ferðamannastöðunum hérna í kringum svæðið? Ég vona að sá tími komi að við höfum bara getu til að ganga snyrtilega þetta og frá þessu þannig að þetta sé bænu til sóma sem útivistarsvæði. En vatni sem hér þú segir að það sé engin mengun í því, Botnsvatn sem hérna hinum megin, þar er einhver óværa, hefur hún ekki komið hingað? Blóðagða hefur fundist í Botnsvatni þar sem að krakkar léku sér í gamla daga þegar ég var ungur. Þannig að þar er varað við böðum. Mér er ekki kunnugt að þessi agða sé komin hingað í þessa tjörn. Áttu von á því að það gerist? Veistu hvernig hún berst? Ég tel að hún berist með öndum og fuglum og að því leyti kannski óvænt að hún hafi ekki komið hingað því að hér er mikið andríki, sérstaklega vetrarlagi. Fiskarnir sem hér eru þeir veiddir? Gone fishing. How you know? Well, there's a sign upon your door. Gone fishing. I'm real gone, man. You ain't working anymore. Could be. Hér stunduð veruleg veiði. Já. Í rauninni allt sumarið. Hér koma krakkar af Húsavík og reyndar mun víðar að og veiða sér fisk. Margir hverjir taka fiska heim með sér í búr og krukkur og reyna að halda lífi í og gengur held ég vel. Og nota þá bara svona eins og gæludýr? Nota svona eins og gæludýr, já, þetta eru gullfallegi gullfiskar. Já, og sjást þeir vel í vatninu? Já, þeir eru mjög auðfundnir. Síðan er hérna fuglinn sem mikið að veiða þetta líka, þannig að veiðiálagið er gríðarlegt. Já. Á Húsavík er úrval góðra veitingastaða og kaffihúsa. Í 10 mínútna fjarlægð frá bænum er Tungulending sem stendur á grunni gamals fiskvinnsluskúrs. Húsið stóð autt í 15 ár en nú í sumar opnaði þar kaffihús og gistiheimili. Þar er tilvalið að enda góðan dag í rólegu umhverfi með frábært útsýni. I think it's so special to be here because it's away from everything. It's one house only next to the sea. You have the ocean in front of you, the mountains, and it's just wide space, wide area, and I like this. Þjóðverinn Martin Varga uppgötaði Tungulending á Tjörnesi fyrir nokkrum árum síðan og heillaðist algjörlega. Kannski ekki nema von því húsið er staðsett á einstökum stað, rétt norðan við Húsavík, en hefur staðið autt í rúman áratug. As far as I know, the house was built in the 50s and it was used to get krausleppa or fish on land, and they processed the eggs, the caviar,
and I think it was used until 2002 or something like this, and then they closed it down. And now you're gonna bring back life to the house. Tell us about your plans. Yes, I hope to bring some life into Tungulending again. My plan is to open a guest house and a coffee place. And I think also it's possible to offer some more activities because we are close to the sea. People can just enjoy the place here. Endurbætur á húsinu sem 180 fermetrar að stærð og 2 hæðum eiga að hefjast með vorinu en þær eru unnar í samvinnu við arkitektin Arnhildi Pálmadóttur á Húsavík. Þó áhersla verði lögð á endurnýtingu, kosta framkvæmdirnar sitt, en Martin hefur leitað óhefðbundinna leiða til þess að fjármagna verkefnið. I had some money myself, not so much, but the idea was to involve a lot of people in this project, and nowadays it's possible to create a crowdfunding campaign. It's very simple, you just have to put it online and explain your project and hope that a lot of people will donate a little amount of money, so finally you get not all what you need, but part of it. Fjöldafjármögnunin fyrir Tungulendingu á netinu tókst afar vel og náði Martin að safna ríflega 3 milljónum í verkefnið sem sýnir að hugmyndin framtíð Tungulendingar heillar fleiri en bara þennan framtakssama Þjóðverja sem hefur verið með annan fótinn á Húsavík síðan 2006. Og ef allt gengur á óskum, verður bæði hægt að gista og drekka kaffi í Tungulendingu hjá Martin og kærustu hans sumarið 2015. At the beginning I was a little bit worried because I'm foreign, I'm not from this area here. But people in Tjörnes or from Tjörnes, they are very, very helpful, very kind, very open. So I got a lot of support from the community and I think everyone is excited and want to see what I'm going to do out of Tungulending. Nú ættu þið að vera komin með hina fínustu uppskrift að góðum degi á Húsavík, þó þetta sé einungis brot af því mikla úrvali sem í boði í bænum. Nánari upplýsingar viðburði, afþreyingu og fleira má finna á heimasíðunni visithusavik.is. Í næstu viku munum við gefa ykkur uppskrift að góðum degi á Siglufirði. Þangað til næst, verið sæl.